too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Rekus á Íslandi. Rekus leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki, stór sem smá. Rekus með 15 starfstöðar á Íslandi og rúmlega 7000 stöðum í 900 borgum og 850 flugvöllum út allan heim. Allt sveigina lausnir og þjónustu Rekus á rekus.is. Hlustendur, þið eru að hlusta á hlaðvarpið Tveir á toppnum. Þetta mun vera þáttur númer 139 með hashtag fyrir framann. Og vegna fjölda áskorana og náttúrulega bara því okkur ennur blóðið til skiptuna þá ætlum við að leggja þennan þátt undir HBO þættina A Night of the Seven Kingdoms. Nákvæmlega, við eiginlega urðum að gera það. Já, það var þingað. Byrjum með hvað grúnuvarpið einhvern tíðan eftir fyrir löngu. Já, það nú kannski heila upp að þessu öllu saman. 8. serían Game of Thrones sem að reyndi svo að vera ekki alveg svona eins og menn byggust við, kannski. Nei, en þetta sem sagt hvað annað spin-offið af Game of Thrones. Kemur eftir House of the Dragon og þetta svona, aðeins léttari þættir og bara, aðeins meiri svona persónudrifnir. Allt öðruvísi, þannig. Það engar erjur, ekki fjölskyldu drama í þessu. Og til þess að fara yfir þetta höfum við fengið bara yfir nördin okkar. Stefán Pettersson mættur aftur, nýbúin að vera hjá okkur. Þú varst í þætti hashtag 137. Það kynum að 2 þætti síðan. Jú. ég held að það sé svona bara ákveðin regla hjá ykkur. Hvers getur kemur eitthvað Game of Thrones tengt eða Lord of the Rings tengt þá er bara mættur. Já, það er svolítið þannig. Það er svolítið þannig, sko. Og ég held meira að þú hafa nú bara jafnvel mistað út úr þér í þætti 137 sem að snýrst nú Fallout seríu 2 að þú væri nú til í að koma í þennan þátt, sko. Jú, þá var 2-3 þættir komnir af þessu þáttum og ég hugsa bara svona, ég náttúrulega þessi guður sem elskar þetta, ég til að koma aftur og ég mjög ánæður að þið kvöldu á mig. Að Kalli kom? Ég kom. Einmitt, við erum náttúrulega búin að fá bara áskorun það að taka þennan þátt Valur Grettisson, góðvinur þáttarins, blaðamaður og svona hliðar menningarpáfi með honum Símoni Birgisinni í, hvað heitir þetta á vísi? Menningavaktin. Frábært hlaðvarp sem við mælum með. Bara skoraði á okkur í toppfólki sem Facebook-hópurinn okkar sem við minnum alltaf á og hvetjum hlustendur til að kíkja á. Skoraði á okkur að finna einhvern alvöru nörda til þess að greina þess að þetta og Stefán, þú ert rétti maður. Það er bara þannig. Það eru fáið sem vita eins mikið þetta og þú. Kannski Samuel Karl Ólafsson, hann er bara í einhver blaðamannaferð núna í Úkraínu og Pólandi, þannig að hann kosti ekki. Upptekinn maður. Já, upptekinn maður, en byrður örugglega að hilsa. Minnst það líklegt. Var hann þá svona að gera eins og Rúfi gera, segja fréttur af því að Úkraína var alveg að vinna stríðið og NATO hefur aldrei staðið sterkara og Evrópa væri í toppmálum? Já, það er alltaf að gerast. Það er alltaf að gerast í Evrópu, sko. Það er rosalega sviftingar, sko. Já. Allt á leiðin til helvítis fyrir viku síðan, en bara skreppur Kristrún hérna og hittir Selenski og þá bara snýst þetta allt, það er allt frábært. Nákvæmlega. Tala það, bara heldur á blaðamannafundinu sem Kristrún og Selenski voru þar Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, stóð hérna réttinni Prins Pólo. Nei, í alveg. Þetta er bara pólska arfleið Íslands, bara 100% sko, Prins Pólo og bara gjör svo vel. Ég lifi ennþá á Prins Pólo. Það er ekki til betra. Er þetta nammið? Er þetta ekki heila bara fæða? Þetta er keks. Er þetta keks? Og hvað er keks? Keks er matur, eða ekki? Jó, þú veist, Ásbjörn Ólafsson sem er heilsanna sem með þetta svona duttaðn í lukkupotta það er náttúrulega minni askur og skattur á keksi en nammi, sko. Þannig að það er Prins Pólo er solid, sko. Fálega snið, sko. Það er eitthvað svona við Prins Pólo, það er bara svona bara æskan kallar, sko. Það er bara svona, ég er ekki mikil súkulegkall en þegar Prins Pólo frá mig ég fæði mig Prins Pólo. Þú veist, þegar maður er songur og fæði sér Prins Pólo, sko. Kókoprins. Það er ekkert þegar ég náttúrulega tölvist eldin í þið, þetta var náttúrulega bara eina nammi sem var til á Íslandi. Þú vorum að skipta alltaf við rússana á lötum og Prins Pólo og olíu og fiskinum. Vá, þetta er geðveikt, sko. Magnað, ég hef samt aldrei alveg ná mér eftir að þeir hættu að vera með Prins Pólo í
álpappirnum sko. Það var betra í gamla það. Hvað er pappir í dag? Já, nei, þetta öðruvísi. Þetta er náttúrulega álpappir sko, en það var svona alvöru álpappir svona, með smjörpappir innanundir sko. Wow. Svo fengum við Prins Pól og fólki náttúrulega sjokkinn þegar Tjernobyl óskupin gengi yfir sko, þetta var kallað geislastangir eða eitthvað þá sko. Þorðið fólki ekki að borða Prins Pól og það? Já, jú, gerði það en svona með smá kvíða. Með trega. Heyrðu, en hvað það? Það er ýmislegt í gangi, við þurfum aðeins að taka púlsinn bara áður en við förum til Vesturás, kölluð það Vesturás. Vesturás. Já. Heyrðu, það voru BAFTA verðlaunum voru afhent hvað í fyrradag ekki fleiri. Ég er ekki búin að kynna verið eins og hvernig það fór. Sko. Alan Cumming, okkar maður, hann var host. Já, hann náttúrulega stýri Traders US og gerir það með glæsibrag. Þannig var eitthvað Tourette-sjúklingur líka. Já, sem að sko myndin I Swear er það ekki? Já. Við fengum okkur... Þannig maður að sjá hana? Já, jú, var ekki Kolla Bergþórs vinkun okkar og Guðmáður þáttarins að hrósa þessu á mánudaginn, við fengum okkur kaffi með Kollu á mánudaginn og þá voru þið Kolla eitthvað að tala já, svo var hann bölvaði eitthvað hann sagði N-orðið þegar Delroy Lindo og Michael B. Jordan þetta var svolítið vandræðilegt sko já. En maðurinn veikur gæinn sem að leikur hann í I Swear sem að leikur nú Elrond í Lord of the Rings þáttunum hann fekk velun og talaði hann eitthvað Ethan Hawke í ræðinu sinni og sagði að hann hefði haldið svo áhrifur eitthvað ræðu fyrir hann þegar hann var í leiklistskóla eitthvað leiklist Ethan Hawke hefur alltaf kannski er með þess áru yfir sér svona eins og Keanu Reeves hann sé góður maður í alvörunni en ég hef aldrei þólað hann, ég skil ekki okkur því að ég hef aldrei þólað Tom Cruise en einhvern veginn veit maður hann er vondur maður einkennilegt að ég er eitthvað blindur sko Það er bara svona almennt séð með þessa ræðu hjá hann þegar hann fekk þessi BAFTA-verðlaun hann var bara klöknandi allan tíman hann horfði bara, þú veist, á Elon Hawke og Stellan Skarsgård og bara, þú veist, ég er að vinna þessi verðlaun fyrir fram þessa þursa fyrir frá mig bara, hann vissi ekki hvernig átt að vera í rauninni sko, þakkaði bara fyrir leikstjórnum og kastinu og öllum sko, þú veist, það var bara toppmaður sko. Já, kvílingumæður BAFTA-verðlaunu, ég menna, þetta eru svona bresku náttúrulega kvikmynda á sjónvarpsverðlaunu sko, þannig að þetta eru alltaf svolítið svona, bresku leikararnir, þeir fá hluturkinn sko, þeir eru bara tilnæmdi kannski, er það þannig? Já, oftast er þetta náttúrulega í svona nokkuðri harmoníu við svo Óskarinn, en allavega þykir oftast geta að gefa eitthvað vísbendingar hvernig gullstýturnar falla og nú fer nú að styttst í Óskar það er 15. mars Heyrðu, svo bara svona smá innskot ég veit ekki, varstu kláraður einhvern mann síðast vertið að Tulsa King með Stallone einn af þáttunum úr smiðju Taylor Sheridan Nei, ég gerði ekki Heyrðu, er það geðvikt? Nei, en sem sagt í sko næst síðasta þættinu þá dúkkar upp Samuel L. Jackson og er alveg ókyslega svalur legumorðingi og það er sem sagt bara að koma spin-off bara það er N1 Taylor Sheridan ætlar að skrifa alla 8 þættina í seríunni Nola King og tökur byrja í Texas bara í næsta mánuði og það er sem sagt bara fylgjum við áfram þessum karakter Samuel L. Jackson sko. Ég meina maður kvartar ekki yfir því og Taylor Sheridan hlýtur nú að koma þessu að í handrita bunkan og svo þú lést mér lofa því í síðasta þætti að setja inn svona topplista yfir Robert Duvall myndir gerður það? Nei, ég er ekki búin að komast í það en við erum alltaf að taka þetta upp á miðvikudegi þannig að ég hef sólarhring sko til þess að bæta ráð mitt þetta kemur Ættu að byrta þáttinn kannski bara á morgun og ég gera bara núna þetta þólar enga bið Heyrðu, en þið, er eitthvað að gerast í glápinu? Tveir á toppnum í samstarfi við Aðalskoðun. Aðalskoðun býður hlustendum 2 á toppnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun. Það eina sem þið þurfa að gera er að mæta á staðinn og nefna 2 á toppnum. Aðalskoðun er með skoðunastöðvar á 10 stöðum við sverum landið og þar verður tekið vel á móti ykkur. Það er bara Industry á HBO. Þú ert alltaf í Industry, já. Ég kom bara í 4. seri, kláraði bara. 4. Þetta er fálega að finna, sko. Þetta er svo gaman að fylgjast með þessu. Þetta er bara svona algjörlega no-name þættir, það er enginn að horfa á þetta nema ég sem er geðugt. Og
bara svona að maður sér línuna einhvern veginn, fyrsta sinni jú, bara svona einhverju krakkar að byrja í fjármálageiranum og þetta er svona, það er engin þættu leikari og þú veist, þú svona, jú, þetta er fínt svo er önnu sinni aðeins hakka steikin svo er þriðu sinni allt í manna Jon Snow mættur, þú veist, Kit Harington þú veist, einhverjir frægir fleiri frægir leikarar sem ég búin að gleyma og svo framvegis, núna einmitt eins og er ég að byrja sko, og svo eru þættir eins og góðir sko. Þriðja sinni hann var langsamlega best þetta er fálega gott stöf ótrúlega velskrifa, þetta er klassíska HBO dæmi 60 mínútur, þú veist, hver þáttur semi, mikið kynlífsatriðum allt þetta og núna í 4. seríu þá er allt í einu gæðin úr Stranger Things, bróður Will, hann er mættur inn á hlutorkunum og dóttirinn úr Mad Men því miður mætt rík fullónin og þetta er bara, þetta verður alltaf bara betra og betra og ég er mjög hrifinn þú ert ennþá örugur með svona dauðastundir, þá er industry ennþá þú ert ekki búið með Nei, ég bara er að fara að enda í því bara það er ekki allir þætti konir út í nýjastu seríun sko. Þannig ég endur bara býð eftir næsta þætti þannig að þetta er klassíst annars bara, þú veist, maður er náttúrulega núna að fara dætt í þættinu á Netflix America's Next Top Model Tyra Banks og þetta saga þessara þáttar þetta er náttúrulega stórmerkilegt því ég er rétt byrjað, ertu búin að horfa á þetta Stefán? Sko, kona mín er búin að horfa á þetta og ég geti mann þegar ég var nýsvæða börnin þá kýristofi, hún er að horfa á þetta og ég bara sest í sófan þess, það er bara svona orðið normið ég sest í sófan, horfa bara sem hún horfa á og þetta er alveg crazy heimur sko. Þetta er fálega áhört, þetta ekki það? Jú, þetta er mjög áhört en þetta er bara þessi tíðarandi á þessum tíma, sko, þetta er hvað var þetta, early 2000? Ekki, 2005 cirka Það er bara, þú veist, dómarinn er hana og kastið og allt það, þú veist, það var ein stelpa sem var semi-nauðgað að því hún var bara ódrykkin og þarna og þá var ekki tólka bara að hún hélt framhjá kærastinn sínum og þetta var eitthvað rosa drama kring þetta, maður hugsa bara dag upp, þú veist, hvað er í gangi á þessum tíma? Þetta var ótrúlega síðlaus tími rosalega síðlaus byrjun 2000 sko. Það mátti gera allt Þetta er svolítið svona framhald af Biggest Loser þáttunum sko heimildáttunum Ég veit ekki sko, ég munur aldrei á tíma til að horfa á þetta en ég var algjörlega heillar að Tyra Banks þegar þetta var í gangi horfði svona á þátt og það er náttúrulega bara því hún er svo ógeðslega vond þetta er svo ómerkileg manneskja ég held að hún sé alveg rotin inn að innsta kjarna sko. Og við séum að hún er svo sem að fekk þessu hugmynd og er líka náttúrulega væntalega líka mun alltaf vanta í narratífuna því hún er náttúrulega þarna með puttan í þessu sko. Er það aðalkonan í þáttunum þá? Já, Tyra Banks það er bara aðal Hún svona virkar svona hálfgert sem svona meðalgerandin í þú veist öllu einhvern veginn sko en samt er hún í öllu á sama tíma og svona maður treystir ekki allt sem hún segir sko. Ég held að hún sem mjög svona óáreiðilegt vitni Ég hlakka til að sjá þetta En það var líka það sko með þess að þætti að þau skrifu eitthvað undir það má taka allt saman upp nema þegar þau voru ein Þannig að þú veist, það var eina klósið þess að aldrei tekið upp en þú veist, ef þau voru tvö saman sem voru í herbyggið, þú veist, þá bara máttu bara rekorda allt saman var í gangi sko Þetta er bara, maður hugsa bara hvað er að gerast það heiminn hefur breyst það er á hreinu og ég náttúrulega man ekkert eftir neinu þannig og ég man bara, ég horfði á þetta bara til að horfa á þessa bara ógeðslega vondu konu og svona með minnir hún hafi oft verið bara sko það sem hún sagði við þessa stelpustundum var náttúrulega bara, þú veist, ég veit ekki bara hún var bara í fangins í dag bara þetta var alveg hræðilegt Var þetta ekki skjá reyndæmi? Var skjári sem var með þetta? Og maður finnst allavega í minningunum var allt raunveruleika sem var á skjáinum sko, Þetta er nú svolítið að koma tilbaka sko, það er einmitt, svo ég heldur nú áfram að tala um industry og milljarðarmæningunum þeim þætti segir í nýjasta þættinum í 4. seríu einum af þáttunum þá segir hann, ég kallaði starfsmann minn retard og ég er að spá ég að gera það aftur og það sagði engin neitt það er nýjöld Er þetta bara eitthvað, er þetta þættir sem að voru bara, er þetta nýjustu þættir? Já, núna, þetta er alveg bara, þetta var að koma út bara þessi þáttur sko, þannig að þetta er svona þetta bakslag bara nú má ég gera allt sem ég vil Þetta er svona ótrúlega svona, já, greinlega svona, þetta þáttagerlið er greinlega svolítið svona spot on sko, þegar ég var að byrja aðeins á season 2 af Alex Cross þetta byrja bara á einhverju eyju þar sem ógeðslega ríkir menn eru bara með svona bara eins og risastórt bara hóruhús sko og svo bara kom einhverju gaurar og drepa það og kveiki öllu sko en þú veist það er Epstein þráður greinilega bara í þessu sko alveg magna
Það ekki sko, eða þú veist, hræðilegt náttúrulega, gott að nýta þetta í einhvern Já, ég finnst samt náttúrulega ef það eitthvað andleg þurr þarna í Hollywood þá náttúrulega getur liðið bara leið í Epstein-skjörunum bara, þú veist, það eru náttúrulega ótal söguþræðir sem eru sko mind-blowing, sko can't make this shit up Nákvæmlega, sko Haldið í framtíðina að koma eitthvað svona, þú veist, True Crimes Epstein eftir svona 20 ekki komið, ég held að sé nú þegar á Netflix ekki þáttur Filthy Rich þarna ein Netflix heimildaþáttaröðin og hann og svo komið annað Gíslínu Maxwell jú. Ég er svona meira þannig þegar öll skjölin komið fram bara frá aðalöðu sko og það bara við höfum bara efni til að gera sjónastætti núna sko það er bara let's go getur gert svona bara sko 12 true crime þætti upp úr þess að það er svona misjafnir sannleikarnir í þessu sko bara hvað veluru einmitt Heyrðu, já, eitthvað meira Já, Stefán, þú búin að vera að horfa á hellinga, ekki það? Jú, ég nefndi síst þetta ég var að horfa á þetta Abbott Elementary Grínþættina er góður, þeir eru lúmskóðir sko þetta er bara satýra Þetta er svona homehorse-stemning, ekki? Svona office, svona smá stemming Jú, það er office-stemning, þú veist, fólk horfa á myndavélina á og til þegar það er svona hnyggslast eða svona hissa en þetta er svona almennt síðan svona satýra eitthvað bandariska óbyrra grunnskólagerðinni sko en ég glemdi að því þið spurðu síðast þætti hvað þætti ég var að horfa á The West Wing einhvern ástæðum Aldrei vekja mig maður, Aron Sorkin bara Martin Sheen með forseti bandaríkjana og þetta er svona þú veist Er ekki skrítið að horfa á þetta? Þetta er skrítið þetta er Smá svona 90s, svona er alltaf mikið von í þessu það er svo fyndið sko Það er allir góðir þegar það kemur svona bandarísku sjónarhefni tengt svona pólitísku sjónarhefni sérstaklega demokratanir eru aðalheitunar í söguna þá er þetta svona blautu draumir forseta þú veist þetta er bara tignali forseti sem gerir alla rétta hluti jari Þetta er náttúrulega skrifað á þeim tíma sem að forsetanir hefðu þessu Já, þetta er svona Já, ég er náttúrulega þessi forseti sem Martin Sheen hann náttúrulega er eitthvað svona drauma forseti þetta er eitthvað svona bara frummyndina fórsetar mér svo við viljum hafa hann sko Þetta er svona sambland af John F. Kennedy, FDR og praktismismin í Clinton sko í rauninni sko og þarna náttúrulega þættina voru fyrst byrsti þegar Clinton var forseti sko og það var svona ákveðin ádela kringu það á saman tíma sko Einmitt Það eru stundum góðir sjónvarpsforsetarnir ég skrifa nú læriða grein í nýtt líf sko President Palmer í 24 sko og hann sem sagt þeldökkur fyrsti þeldökki í fórsetin og pottitur gaur sko algjörlega pottitur og hann er aðeins á undan Obama og ég sem sagt varði þá kenningu að 24 hefði í rauninni gert Obama að fórseta sko þá var bara heyrðu þetta er gæinn sem við viljum fá og hann er mjög góð þrautgóður á raunarstund og kiknar ekki undan álagi President Palmer Einmitt, hvað við höfum 2 ára eftir að Trump eða? Já, það er bara rétt er að koma eitt og hálft þetta er alls skerulegt Nei, hann tók bara við í janúar fyrir jú, það er 3 ára eftir Er 3 ára eftir? Þessi hættur það sko En hérna, það er hægt að snjóa Við höfum snjóin en við höfum ekki Trump sko, því það hefur haldið fram Svo þekkjum við að fólk sem elskar snjókomuna sko Já, það er eitthvað Þetta er, mér finnst það sko ég myndi alveg fíla þetta væri ekki svona mikið lífsskaðskerring maður dettur í svo mikið stress ég var að reyna að taka hopp hérna var það burðast með hoppið af hlemmi þar sem allt í snjó burðast með hoppið borga fyrir að burða og burðast með það yfir á Laugaveginn og svo hálfpartin svona að taka hoppi í einhverjum pollum og í stórhættulegum aðstæðum og svo er hálka undir þessu sko hræðilegt ég myndi styðja þetta veður ef að lífsgæði manns myndi ekki versna svona mikið við það bara hangir algjörlega saman sko. Þú getur aldrei fengið þetta veður og haldið fullum lífsgæðum Nei, einmitt það er náttúrulega ótrúlegt við eiginlega bara fengið heilan vetur án þessa ég fór út að hlaupa í gær og ég skrifa á Strava bara við þurfum að fara að tala um hennar vetur af því að það var bara fuglasöngur, það var svona 20 gráða hiti sól, ég held að þetta væri komið sko. Þú skrifar á Strava, tjáir þau hlaupatúranum Þetta er samfélagsmynd Já, ok Mætti alltaf vorið var bara komið þannig sko. Þetta er alveg ruggla sko. Þetta er ekki langar fæslur tóti. Nei bara rétt svo bara komið bara eins og þetta, hvað heitir þetta bíódæmið Flixnet hvað heitir þetta?
ég man það ekki, það svona 3 punktar Letterboxd, já einmitt það ekki að sko. Já, það er ekki ég keifti sko ár í þessu ykkur premium sko, það var í apríl í fyrra og ég noti það aldrei sko, ég veit ekki okkur ég var að kaupa Keyptirðu ég nenni ekki aðsfrí hægt að kaupa Letterbox áskrift eða svona einhverja aðeins betri útgáfu svona auglýsingalöst eitthvað, ég veit ekki okkur ég gerði það og ég skil ekki neitt sko nei, það er svona nota ég þetta ekki það er líka bara svo lítið mál að nota þetta að þess að pæla í auglýsingu sko já, ok, já heyrðu, sko, toppurinn á því sem að ég hef búin að horfa á í þessari viku er sérst að á föstudaginn eftir að hafa verið hér með þér í þætti á fimmtudaginn þar sem þú varst að tala um að þú hefur verið að horfa á 2 á toppnum 2 fyrir að byrja í áinu svona í ganni þetta er svo ógeðslega góð mynd það er ótrúlegt hvað þetta er góð mynd þetta líður að vera besta myndin í seríinu sko. alveg lang, hún er miklu betur en nummer 1 sko. eldist alveg fáránlega vel bara ruggla dæmi sko. og alltaf munar alltaf kannski mjög mikið að Joe Pesci poppar hérna upp sem Leo Getz frábær kemur svona þriði, svona þessi grín og líka bara þegar hann fer að íkonist þegar hann er að þú veist, ræðist á húsið skilur, hann bara rústar húsinu það er geðveikt sko. það er líka sko það búið að leikið eftir í GTA sko GTA 5 sko það bara kemur beint og líþal vepp líka sko Mel Gibson var náttúrulega bara svo ógeðslega sjarmerandi og skemmtilegur á þessu tímabili og hann var ekki þetta illmenni sem hann er hvenær klikkaðist hann? ég held að var ekki eftir hann gerði Jesú myndina sko Passion of the Christ sko nú fáum við framhald já, nefnir sko hann náttúrulega Richard Donner leikstýrir þessum fyrstu feimur allavega gerði The Omen og Superman og bara Dobby á góðum myndum frábærleikstýri og Mel Gibson sko þá var hann svona að byrja að fikta við eitthvað leikstýri að drauma því hann var alltaf með videokameru og gerði svona production diary sko maður hefur séð hvað þessu, það er þetta bara ógeðslega huggulegur og skemmtilegur maður sko frábært að vinna með hann alltaf en eins og bara að því að Riggs er náttúrulega svolítið veikur á geði sko og þegar hann trillist þarna í restina bara hættir að vera að lögga og fer á hérna GMC pick-up trippum sínum og dregur húsið niður þeir drepa kærusna en þá var hann sko þú sér geðveikin í honum sko og hérna svo náttúrulega þetta atriði þeir sem er Murtaugh situr á klósitinu með sprengjuna nei, þetta er svo fallegt atriði ég var við það bara tárast þetta sýnir alltaf hversu ofbóðslega góðir vinir þessi menn eru þetta er svo náið vinn á þetta eru svo hjón sem að vera saman bara þeir eru ekki að segja hlutina bara I know þetta er rugglega en kærastan Patsy Kensit leikur hana Ríku van den Haas og hérna hún var gift Liam Gallagher öðrum Oasis-bróðum á með barn og var sjálf söngkona í hljómsveit sem að hét eitthvað áleika á 8 Wonder og ég spilaði eitt lag af vinsasta lagi, ég spilaði hann fyrir Dóru hún kom alveg fjöllum, þekkti ekki I'm Not Scared sko, á 89 og svo bara rétt í restina rakki augun í sko 2 andlit sem ég bara vissi ekki að væra þarna einn úr löggugenginu er Hank úr Breaking Bad ég kannast hann leið ég þekkt hann strax hann með hár og svo sko hann löggu konan í genginu Shapiro hún heitir Janetta Goldstein sem leikur hana og hún er frægust fyrir að vera Vasquez í Aliens algjörlega bara ólík típunni sem er í líð það er búin að hægt að hugsa sér sko. Vasquez í Aliens Vasquez has anyone mistaken you for a man? No, have you ever been mistaken for a man? No, have you? Eina gellan sem var bara virkilega hardcore Marine, alveg Marine Magna hún er írsk leikonin eða ekki upprúða ég get verið sko það var eitthvað dæmi sko kringum Aliens framleiðsluna að hún var írsk en Dinskamer vildi fá Latino Marine fengi Vasquez og hún var bara þú ert svolítið tönuð verður bara latínú þú veist það er bara bara lítið svart hárið og bara krúkött bara íri latínú er þið svo að bara var að detta inn á Netflix The Night Agent season 3 og ég bara tóka 5 kvöldum bara 10 þættir er þetta gott? já, þetta er svona þetta er þetta sem var þarf stundum þetta er bara svona spennu þættir enda á cliffhanger alltaf og þetta þykir nú held ég svona með bestu plottunum af þessum þremur en já, þetta er svona ég þarf stundum þetta gerir náttúrulega enga kröfu til þín sko.
nema mjög gaman að því að dúkar hann upp nýr leigumorningi sem að hann, ég kannast eitthvað við hann lengi að fatta það er hann Vampire Bill úr True Blood Í alveg? Já, allan segir maður svo hann í So gay So gay Já, þannig að það má alveg mæla með því að maður hefur ekkert annað að gera og svo ég get náttúrulega ekki stýrt mig það er komin í statamynd Shelter Já, er hann ekki bíó það? Jú okay. bara, þú veist, Er þetta skemmtilegt? Já, þetta er alltaf eins þetta er alveg eins og síðasta mynd sem var eitthvað reiði mannsins eða Man at Work eða eitthvað Working Man en bara, þú veist, ég fæ bara þetta er svona svipar hillismyndir, mér líður svo vel svona horfa á Statham bara vera Statham Já, hann eldist vel Já, ennþá Ég fór samt að ég var að horfa á þess á hvað hann á mörg ári inni í að vera þessi gæi sko. Svo þegar að vera komið upp kynslu sem að vera svona hugsa Statham eins og við hugsa Schwarzenegger Já, Sly sko. Það verður gláfall Heyrðu, en því ekki að drolla við þetta A Night of the Seven Kingdoms Ég veit ekki það, þetta kom með mjög óvart munnum hlustnendur á að við tölum þetta hispurslaust og spillum og það getur verið einhver höfskulda viðvaranir og alls konar svoleiðis, þannig að huga því býtum nú, ef við förum að sér þetta byggir á hvað, einhverju smásögu Nóvellu sko Nóvellu Það er annarkvort, þú má dvelja hvort að nóvellu sé stutt skáldsaga eða löng smásaga sem heitir bara Dunk Nei, fyrsta hérna held ég bara The Head's Night sko The Head's Night, já Þetta er náttúrulega bara smásaga miðað við verkin hjá En ég man að hann skrifa þetta bara fyrir, eða gaf þetta út allan fyrir að fáum árum Mér minnst að þessi fyrsta hafi komið út 1998 Nú, ok Það er gamalt dæmi sko Já, ok, býtu, en hann gaf hann ekki út eitthvað bara sko fyrir nokkrum árum ég man að ég var í fíl út í hann fyrir að klára ekki síðustu bókina sem hann mun aldrei gera Winter at the War of Winter War of the Winter The Winter einmitt, akkurat og þá var hann að gefa út einmitt einhverja bók sem var einhvers konar framhald af allan þessum gæja þennan Dunk Hann skrifar margt í einu í rauninni sko stóra bókaserían er náttúrulega bara A Song of Ice and Fire þarna ég man eftir á sín tíma þegar ég það er Game of Thrones tæknir Já, ég las 5. bókina kringum 2013-14 Hún kom út 2011 Ég fór í röð og betur henni á sín tíma Ég man eftir bara þegar bara ég búið að lesa það bara spenntur þetta næstu 3-4 ára og kemur næsta bók sko Já, ég hugsaði með 2011 það eru 5 ári næstu Árið 2006 og það eru 10 ár sem voru 5 ár bara enn í framleiðslu sko þannig að maður veit ekki neitt leik sko en The Head's Night einmitt er þarna þessi sería sko Duncan Veg og síðan kemur þarna The Sworn Sword sem er önnubókin og síðan kemur því Mystery Night sem er þriðja og þær voru saman í bók Já, þannig að þeir miða sko, öll fyrsta serían af þessu þáttum var bara fyrsta bókin og önnur sería verður bara sennilega öll önnubókin en bækunar eru, þú veist 150-60 blaðsíður sko, þannig að þetta er svona meira áviðrænlegt heldur en bara Game of Thrones bækunar per se sko. Þetta er miklu minni náttúrulega saga ég upplöð þannig þú veist að því að maður orðið svona hnyklast yfir bara allir þættir dag eru bara 8-6 eða 6-8 þættir í hverju seríu þú veist en oft koma þættir í seríum eins og Stranger Things þar sem maður bara heyri það er ekkert að gerast í þætti það er bara bla 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 en það er ekkert þannig í þessari seríu og þetta er náttúrulega sko þetta er náttúrulega í þessum Westeros heimi eins og House of the Dragon og Game of Thrones þetta er samt öðruvísi alveg maður fara strax og og líka að því að mér finnst þetta geggjað og mér finnst þetta svo þægilegt bara fáar personur og bara eitt sögursvið á meðan í Game of Thrones er þetta bara út allt bara. Hver þáttu bara 30 mín cirka Game of Thrones hefur bara svo mjög epic þú veist, þú ert með pólitíkina bak við það þú ert að skoða sögurþræðin snýstum mörguleiti bara um þessar stóra ættir sem eru að reyna að spila pólitíka á hvort annað en þess þættir Night of the Seven Kingdoms þetta er bara einhver meðaljón sem lendir bara einhverjum svaka
óhappi í þessum þáttum sko. Og ég meina andinn, hann strax allt öðru í sig, ég meina hann steina fyrstu senunum í þessum þáttum bara hann að kúka úti á viðan meðan það svolítið setja tónin einhvern veginn bara fyrir þess að þætti sko, þetta svona einhvern veginn hugljúr og þú fari ekki strax á tilfinninguna að hver sem getið drepið, það líka mjög skrítið sko, þú veist það svona léttleiki undir niðri. Já, og þetta svona, það náttúrulega alveg húmor í Game of Thrones, en þetta er öðruvísi og fyndnara einhvern veginn. Miklu líka sko, ég dreif mér náttúrulega bara í að lesa þessar 3 nóvelur og mér finnst þetta rosalega vel gert aðlögunin og þetta er nánast bara orð fyrir orð bara og að takast samt að sko, pressa þessu í 6 hálftíma langa þætti er einhvers konar afrek sko. En þetta líka, mann leiðist aldrei, það er ekkert verið að neitt að bögga mann sko. Nei, ég meina bara biðin sko, hjá mér biðin það er í 5. þætti sem að þessi orðsleir sem skiptir öllu máli einví hérna að 7 já, einví hérna að 7 7 á móti 7 bara biðin eftir þeim þætti að því að svo kom 4. þátturinn sko kom aðeins fyrr út af Super Bowl þannig að maður fekk hann aðeins fyrr þá þurfti maður að bíða sko í meira en viku eftir 5. þættin og þetta er einmitt óbyrð ég held að sko, mann síðast eftir það var bara í síðast að sló horsið sko það er ekki oft sem maður býður einmitt sko þú veist, maður getur að maður er frekar slagur maður getur mist þráðinu bara mist áhuga á viku einmitt, svo kannski þetta bara algoritmarnir mínir nörda algoritmarnir en þú veist þarna bara bara 4. þáttur bara 9, þú veist, eitthvað 8, 9,9 eitthvað, svo þessi 5. þáttur bara 9,9, þú veist, þetta er bara þess að einhvernir á IMDb ruglað sko. Og þetta er líka náttúrulega gríðarlega vinsaldir, þetta er búið að slá algjörlega í gegn en það er búið á að bara sér að 2 kemur 2027, heldur gott er ekki bara að byrja á næsta ári? Já. Í alveg? Hann talar um að þú ert með lista sem hún? Jú, svona alltaf aðal framöndin, þú veist, höfundur af þáttum Ira Parker og hann skrifir þess að þætti og hann er bara stýra þessu dæmi hann skrifir 1 þátt í House of Dragons og það 4. þátt í fyrstu seríu sem heitir King of the Narrow Sea þetta var þátturinn þar sem hann Matt Smith leipur í ströndinni með sverðið, þetta var bara eitt besti þátturinn í fyrstu seríunni hann talar þetta bara, mér leiðist þetta 2 ára system, ég vil hafa þetta 1 ára system en eftir að vilja það er kannski bara virðing fyrir áhörðendum sko. það er náttúrulega óþólandi að vera að sofa inn í eitthvað sem er ógeðslega skemmtilegt og svo bara bíða þetta byrjaði náttúrulega svolítið í 7. og 8. seríu Game of Thrones það var alltaf á ársfesti svo allt í einu bara þetta er svo stórt og mikilvægt þar sem margir bíða við þunum 2 ári þetta en svo líka náttúrulega bara meðan Dexter Soul Ansel sem leikur Egg eða Aegon Targaryen litli strákurinn hann náttúrulega þú veist hvað líkarinn hann er 11 ára þú veist að þessum ef þú býðir 2 ár það allt einu, þú veist, maður veit ekki hvað hann stækkar þú komur í Stranger Things til að munna hann vill bara, þú veist, halda því að næsta saga í þessum heimi gerist rúmlega 1,5 ári sinna hann vill bara halda, þú veist, í vonast til þess að þessi leikari bara haldist í sama formúlu, sko en fá ekki bara eitthvað byllandi kynþroska og vera þessu 18 ára eftir 2 ár bara fullkomið val í hlutverk þessi litli strákur, hvað heitir hann? Hann heitir Dexter Soul Ansel og sko hermt er að George R.R. Martin hafi sagt við hann bara þú ert fullkomin, þú ert egg líka hann var með sko þetta svaka Targaryen hár fyrir sko er hann ljósarður? Hann er svaka ljósarður hann er ljósarður, já ok, ég hugsaði þetta með þegar hann sést þarna í brotta á honum í síðasta þetta þá hugsaði ég svona, allir þetta sem make það getur verið sko það var líka make, en samt það sem er merkilegt við þessa þætti bæði þessa þætti og líka Game of Thrones er allir karakterinu eru ölliti eldri í þáttunum heldur en í bókanum sko. Þetta er eins og meðan Peter Clefay sem leikur Sir Duncan the Talon hann er, þú veist, í dag er hann á þess að vera hann 30 en í bókanum þá er hann fyrsta bókin þá er hann 17 ára sko. Þetta er svona þó það, var ekki Jon Snow 13 ára Jú, þetta er svolítið eins og í Game of Thrones sko. Karakterinn er alltaf svolítið svona barnapera aldrei sko. Já, sem var það náttúrulega ekki á þeim tíma sko. Fólk fullorðnaðist bara aðeins hraðar á miðöldum einmitt ég meina, en þessi maður sem er að leika aðalhlutverki, hann er bara einhver rugby spilari, já, spilar líka íshockey sko hann, þú veist, gaurinn er 96-97 á hæð og er bara
þannig byggður sko. Og er íþróttamaður, hann er búin að leika í ykkur 4 ár eða eitthvað svoleiðis, sko. Okay. Fyrsta svona aðalhlutverki hans held ég. En hinn krakkin er búin að leika vist bara frá hann var bara barn sko, verið í alls konar dóti. En algjörlega óþví hversu lengi þau búin að leika, þú veist, hann búin að leika lengi og hinn búin að leika stutt sko, þetta mest kasti í þessu þáttan alveg bara styrla. Já. Þetta fáránlega og sko minn maður sem leikur þarna Lionel Baratheon. Já. Hann líka alveg fullkomin í þessu hlutur, Danny Ings. Já. Hann fullkomin í þetta. Hann var fáitabróðurinn í þarna The Gentleman, Guy Ritchie þáttunum. Var alveg geggjaður það sko og er alveg frábær og einhvern veginn maður sér bara, já heyri, þessi Baratheon það er bara alveg bara hann líka í þarna, hann var þriðja hjóli í þáttunum Lovesick frábæri þeim já, og svo var hann í þáttunum þínum Sex Education sem ég átti að segja já, var hann í þeim? Já, ég flettiði já, hann kemur hann eitthvað senna en hann mitt, í Lovesick, hann verður hann svolítið svona skýst upp á stjörnuhiminu, það er frábæri þetta já, hann var svona þriðja hjólið í því sambandi sem var í þeim þáttum sko og þú veist, ég kannast við hann aðlega þar sko, bara svona, já, þetta er hverju í Lovesick sko. Hann er alltaf að vera frægur og frægari mér finnst þetta bara einhvern veginn þú veist, var eitthvað feilnóta í þessari seríu þú veist, ég þetta hélt mér all tíman það var bara svona, þú veist það sem ég fíla við þegar ég horf þessa þætti sko, ég svona kannast við flestu kartana einhver leiti sko, eins og Finn Bennett sem leikur hann að Prince Aeron Targaryen sem var hann að vondi Targaryen það er vondi krýp þessara seríu til að hafa smá tengingu við Fallout þáttinn síðasta, þá var náttúrulega í fyrstu seríu Fallout leikur hann að brúðakallin hjá Lucy í fyrsta þættinu í Fallout og svo náttúrulega er hann þarna Daniel Monk sem leikur þarna fyrirgeðu, ég er örglast á nafni henni sko það er allt í góð Bertie Carvel, hann er þarna Prince Baelor og náttúrulega síðast ég sá hann síðast sko, þá leika hann Tony Blair í The Crown þú bætir við skeggið á hann og þá ertu bara komið með Prince Baelor sko, tegur skeggið á hann, þá var hann Tony Blair sko. Hvílíkur harmdauði þessara personum maður, hvað er að George R. Martin, af hverju hatar hann gott fólk? Hann hatar degja allir, alltaf, öll þessi heimsmynd treinur ef að er allt morðið ykkur góðum heiðalögum personum sko. Ég meina þetta basically gerist bara Game of Thrones ég meina fer bara crazy öll Targaryen ættin sem er crazy hún fær bara að njóta sín Já, ég held að George R. Martin þú veist, þóli almennt ekki þessa sögur það sem er svona sögurhetjan fer í eitthvað ævintýraferð allt gengur upp sko, hann vill sjá hetjuna detta í drullu verið vandræðum að komast upp í hestin og rennur af hestinu út á drullunni sko, og svo kemur maður með spjót og það er bara 50-50 hvort að spjóti fer í hann eða ekki sko, það er bara svona þannig hugsanáttur í hún sko. En það er sko allavega líka sko munurinn er náttúrulega Game of Thrones og House of the Dragon þar erum við alltaf í hirðinni þetta er alltaf aðvalsliðið og alltaf, þarna í þessum þáttum erum við bara í drullunni sko, með almúganum sem er mjög skemmtilegt svona sjónarhótt en á sama tíma sko, þetta er almúgin sko sem óvart leiðir átt að aðsta fólkinu í rauninni sko, þetta er eins og þarna hann Lionel Baratheon, það er ekki sjálfsagt að hann sé bara að taka upp hanskan hjá einhverjum random riddar sko. Það er bara, þetta er Baratheon-ættinni bara stærstu ættinu í Westeros sko. og þarna og svo náttúrulega var þetta eins og þú ert að lýst þér í hvað var í 4. þættinu þar sem hann Baelor kemur hann og segir bara ég tek hans lið og þú veist, það var það svona shocking momenti sko, þegar einhver bara ríkisarfi í rauninni já, bara og næsti konungur taki upp hanskan í honum sko, af því að hann haldi hann sér bara, þú veist, hann hafi rétt fyrir sér sem bara hann var í takt við hérna tæru riddara hugsjón og það dugir hennum, en held ég sko með Baratheon okkar mann sko, það var líka sérlega riddarar það snýst bara, þetta er bara glory hunters bara, þú veist, þetta er bara þetta er bardagi sem að verður á, í beinni útsendingu allstaðar og ég ætla ekki að missa þessu sko, það er bara þannig að mér finnst þetta allt gangu þó að verði auðvitað, bara fíni menn sem ætla að fara að taka þannig þátt í þessu stríði Svo þurfum við náttúrulega að ræða þessa eplafílskyldu sko, sem algjörlega sló í gegn í þessum þáttum maður Fossaway maður Vá, hvað þetta er fyndin fjölskylda, býtum við erum að tala um að við erum að tala um að annar bróðurinn hann lofar Duncan að berjast fyrir hann rauðhærið
Nei, bróðurinn, þeir eru frændur Sir Stephen Fossaway Sir Stephen Fossaway Edward Astley býður honum að berjast fyrir hann býður ekki bara að peppa bara, ég þekki þessa fólk já, ég redda þessu bara hann vantar 6 manns með sér í bókinni sko, þá gengur ennþá lengra sko, þá nefna hann öll nöfnu ég þekki Lannisterana, ég þekki Baratheona ég þekki þessa, sko, við reddum þessu sko svo mætir hann bara ógeðslega seint og bara, herri ég er bara skiptum lið sko Þetta er ruggla dæmi af því að hún búið hann eitthvað gull og græni skóar Já, hún gerður að lágverði Lord Já, hann fann einhver lönd Lord Fossaway Já, alls konar sko En það nefnir það sem ég fílaði rosa mikið við karakterinn sko þarna Raymond Fossaway sem frænda hans, sem góðu vinur Duncan Já, leikinn af Sean Thomas Já og hann hann skjaldsveitnina Já, hann byrjaði það sko, hann bara þessi sem hann Stefán fær að tuttast í hægra vinstri og auðvitað Raymond fílar það ekki sko en þarna sko Trial of the Seven þá fær hann loksins tækifæri til þess að svona hefna sína á frændarsinu sko og það var svona gaman þess að maður sá ekki rosa mikið að því að þess að var svo geggjað við þetta atrið sko í 15. þætti þú sást bara að 90% sjónarni hjá Duncan en þú sérst svona smá skot af hinn og þessi, þú veist hvað hinn að gera í bardaganum og svo sér maður Raymond sko og hann kemur sko, fyrst sér mann þá kemur hann og slæri höfuð á Daemon sko, þannig að hjálpar Duncan sko í bardaganum beint á móti kemur sko Stefán með spjótið og þrykkir í hjálmir á hann sko, þannig að hann bara líkur eins og sé bara meðdöðlis í smá stund og síðan næsta skotið það sem að bara Raymond bara eitthvað, þú veist skilmast við frænda sinn og sé bara hendur ná sér eins og þetta er eitthvað rúbímaður sko en þetta er svona feel good dæmið, þú veist bara manneskja vil hefna sín á vonda liðilega frænda sín En þetta verður líka, þetta hefur svona svo við nördum að segja okkur þá hefur þetta svona sögulegar afleiðingar í för með sér fyrir allt þetta fjölskyldu kerfi af því að þarna verður til ykkur önnur kvísl í þessari Fossaway fjölskyldu það er merki Fossaway fjölskyldunar hvað rautt epli og svo grænæpið en Stefán Raymond segi ég sem að náttúrulega bara snýst í varna fyrir réttlætið, hann tekur upp nýtt skjaldamerki sko, sem grænt epli sko. og það bara tværætt Fossaway eftir þetta er alvöru nördismi sko. en þetta er allavega sko, þessi sag þetta er fáránlega góðið þættir og það er allt í lagi þarna sko, en þetta er sko kemistriðan á milli Dunk og Egg er náttúrulega bara frábær Númer 1, 2 og 3 og er alveg þungamiðan og límið í þessu það eru líka bara, myndum bara Shrek og Astnan stundum sko, eitthvað svona alveg ég hugsaði mikið Shrek sko, aldrei þegar Shrek er að neyja sér niður sko og lyftir sér höfuð upp niður sko þá hugsaði ég svona með Raymond sko lyftir sér upp og horfa á frændu sinni að það er búin að krýna mér sér rittar nú fæ ég að buffa þig sko nákvæmlega, Þetta er stórkostlegt þessi kemistri á milli þeirra sko. milli litla stráksins og Duncan sko. Þetta er bara kjarnin alltaf í sögunni í hinsinni sko. Það hefur vel verið hægt að klúra þessu það sem ég fílaði rosa mikið við þetta flashback-atrið í 5. þættinu sem var svona aðal hasa þáttunin að þetta flashback-partur var líkilatrið fyrir þessa seríu því þá sáu við hana smá baksu hjá Dunk þegar hann var barn í flýbotten bara eitthvað slömminu í King's Landing reyna að rottast þar eitthvað að lifa af sko og hann er eitthvað orustad, þetta er eitthvað Blackfire uppreist það var nýbúið sko það er eitthvað Targaryens sem eru eitthvað bastarar klopning sem er að fá ekki að sjá það í þáttum ég þarf að sjá það kæmur sennilega í næstu það verða afleiðingar að því verða í næstu seríu sennilega það færi meira út eða í bókunum 2 þannig Blackfire uppreisn þannig að hann hefur aldrei skrifað svona Blackfire uppreisnina í sögan ekki svona fókusa efni sko þetta er bara svona atbyrður sem við vitum þetta er bara eins og Martin hefur skrifað sögubækur heimir bara eins og sé bara sagnfræði verkefni sko bara þetta er ættin hér þetta sem gerst þess ári og svo bara búið sko en það, ég hugsa að vera eitthvað svona flashback-atrið í næstu seríu Blackfire orðstunni sko að því að næsta seríu sennilega fer aðeins þangað, þannig sé sko Þeir á vappi vantarlega eitthvað á svona ævintýri en að því að nefnir þetta fortíðar leiftur þetta flashback
það var ekki í bókinni það ekki rétt? Nei, það er eiginlega eina svona viðbótin að þetta er alveg ótrúlega svona bara kerfisbundið og vel einhvern veginn fyllt eftir bara textanum á blaðsíðunum sko. Og líka mörg skot af þessum unga Dunk sko þegar eins og hann stendur hana eða liggur hana að tálka þá hugsa bara ég horfði á Tommy Svip hann að syngja hann og söng hann syngja hann Arlen hann að Pentry já, nei, ertu ekki svona litla strákina? Nei, ég er tala um þegar Dunk var ungur og þú sér einu klippið þar sem að tálka spýtu svo hugsa maður, ok, þetta er bara egg í trénu að tálka strífin nákvæmlega sem klippa þetta er svona rosalega mikið svona endurspeglun af mörgum atriðum í fyrir seríunni sko. Þetta er helviti gott samt lag sem hann var að syngja þarna litli prinsinn þegar hann var að tálka og var hann ekki að syngja bræðu sína hann var að syngja Blackfire Bastards það var eitthvað eins og þetta maður ekki alveg hvað lagið var sko Þannig að hún nefnir þetta að tálka þetta Dóra mín, hún var svona að sjá þarna Astrid Lindgren áhrif í þessu það væri svo svolítið eins og Alfred Vinnubamaður og Emil í Kattholti Já, þau segir það sko alveg einmitt, alveg rétt sko. Líka svolítið minni svolítið á Alfred sko svona stór ljósar svona... Þú segir sko, náttúrulega þegar ég hugsa leikaran sem leik Alfred í Emil myndunum sko minn alltaf á Boris Johnson Já, það er mjög líki sko en þarna en þetta brómer sko þessi vinátt af milli Emil Kattholts og Alfreds þetta er mjög kemur líkt og Dunks og X sko, mörgu liti fyrir þetta það náttúrulega Egg er náttúrulega bara fastur í þetta bara yes og bara þú veist þessi hvað heitir orðið skvæðir hana íslensku hana Skjaldsveinin já, hann er bara fastur í því hlutverki En sko hann segir hérna Ira Parker að með sko lengdin og þáttunum að HBO hafi svona boðið með að velja bara það mætti vera hvað sem milli hálftíma og klukkutíma já, ok, hann hefði alveg ekki fara bara full on Game of Thrones og þeir bara þetta var bara fyrir díl sko því að þarna gæti sko bara we could let them be what they needed to be based on the source material og það er svona, ég brá svolítið þegar að koma þetta flashback þetta var ekki sko og ég held kannski að nú byrjaði þetta klassiska tegja og toga sko en það var bara þetta og þetta æsku atrið, þetta fyllti alveg upp í þetta var ekki einhvern veginn að þælast þarna að einhverjum óþarfa sko, þetta var góðið bót sko Já, þetta var hrikalega gott sko ég er nú búin að hafa upp á læginu sem hann söng Prince Baylor was the firstborn, Prince Maker sprang at last, Damon was the bastard, so they kicked his bastard. Jesus. En já, mér varst þetta flashback að því að mér varst... Ég held þetta að gefa okkur meira, afsakið mig. Það sem ég nefndi áðan með lengdir af bókin og þáttan, sko, þetta er svona... Þú veist, ég sá ynga ástæðu þættir gátt að vera eitthvað lengri þetta var bara svona, þið stöðu bara söguna Nei, það er nefnilega aðal vandamáli í þáttagerð í dag þegar þættir eru og serjur auglust, sérstaklega alltaf í Netflix þáttum nýjum Stranger Things dæmi að Netflix greinlega búið að panta bara ef við viljum fá 10 þætti og þá sérðu bara sumið þáttar sem er ekkert að gera 10 þættir, síðan þættirinn þurfa að vera 2 klukkustundir Akkurat Hvað gera þeir 2 klukkustundir að þau bara fylla eitthvað hann er bara þú veist, fullur bara allur hans trúnar ef við söguna sko, sem er það sem er best Nei, maður er alltaf svo vanur þess að ég er svona fyrir smá efasendur fyrst til þess að ok, bara 6 þættir og hvað hálftími þetta verður nú eitthvað snubbót sko þetta er bara rosalega þéttur koncentreraður pakki þú fegst bara alla söguna það er ekkert sem vandaði inn á milli og svona mjög flott sko þetta er náttúrulega, það er náttúrulega ekki sama klámið og í Game of Thrones og náttúrulega minna ofbeldi en það eru alveg bara brútal senur þarna og náttúrulega þessi bardagi er náttúrulega þarna í 5. þætti það sem er svona sjónarhornir þarna í gegnum rifuna á hjálmónum sko þetta eru ógeðslega bara gritti og bara brútal senur Mér finnst það alveg einstakt gott við 5. þáttin að þessi bardagi var nefnilega í bókinu allavega var miklu í minningunni allavega sko var miklu styttri þetta gerst sem voru svo hratt allt saman sko en þeir ákveða bara bætið bara nei við skulum bara aðeins lengi þetta smá og hafa meira svona realisma þú veist hvað gerist að þú fær bara eitthvað sleggju í andlitið þú veist Hvers vegna varði hjálmurinn ekki Prince Baylor? Tala um hana hnakkan á hann þá Já, hnakkan á hann Hann fekk hana sko ég man ekki hvort það kom fram í þáttanum sko en herklæðin sem var í
Já, kom fram í síðast þetta, hann hefði verið í herrklæðum svona síns. Hann var einu númeri minna sko. Ef hann var í rétti stræð þá hefði mögulega bergað hann sko. En málið að það var ekkert þarna pláss á hnakkanum þegar fekk þarna sleggjuna í hnakkanum sko. Þannig að þá Já, pláss á milli hjálmsins og húsins. Þannig að þú veist, hjálmurinn bara kramdi það sko. En í bókinni sko, þegar þeir losa hjálminn sko, þá var svona partur af heilur og lekur það þessu út sko. Já, þetta var mjög en í þáttunum þau þurfti geta geggjað sko, þegar bara þurfti bara svona gat sko, bara sleggja þau bara fara þangað I need good men, said Duncan. The realm. Og það svona ef maður lest þræði og Reddit eitthvað dæmi sko, þá svona að koma eitthvað svona þú veist, læknisfræðingar hlappinn svona, já, var svona þú veist, hann hefði mögulega getað að lifa kannski í nokkru stundum lengur. Já, hann hefði haldið hjálminn sko, hjálmurinn hélt alltaf sama sko. En hann hefði dáið endanum, sama hvað sko. Shit sko. Hann hefði myndi gerast í dag. Já, ég meina þetta alveg með nútíma læknir. Nei, alls þetta mótorhjólslys, þú getur náttúrulega dreipið manninu og tekur á hann hjálminn sko, hann liggur í göttunni, þannig að það alveg varast að vera að rífa hnífa úr stungusárum og hjálma af hausum sko. Jesus Christ eins og ég gemur þú seminu ef það fær, þú veist þarna ör í þig, þá ættu bara að brjóta örin á þér, það að vera örin á þér sko. Annars shoutout Prince Maker, frábærleikari sem leikur hann, náttúrulega sturlaður í Fargo nýjustu seríunni, leikur þar einn svona Whalen. Hvað allir að tala nýjustu seríuna Fargo? Er það með Juno Temple og eitthvað sem er 30 ára gömul? Já, hún er mjög gömul, það er ekki búið að koma neitt nýtt síðan. En fárlagur. En sko, ég varst að spyrja sko hvort það klikkaði eitthvað. Mér finnst það ekki, en það er ég lesið eitthvað gagnum að þeir falli gerir sömu mistök og hafa verið gerð í Game of Thrones og House of the Dragon, sem er að það sérst svo lítið af bardaðarum í seri 5 að þoka og mér minnir og þú hefur eitthvað kvart yfir því restur á Game of Thrones þú varst hættur að sást ekki fyrir myrkri. Það var náttúrulega allir að tala bara hana Winterfell þátturinn og ég ætla að henda smá vendarhöld sko, þegar náttúrulega þessi þættir fengu talsvert lægra budget heldur en House of the Dragon sko. Og þau hugsaðu bara, ok, við erum með svona mikið pening fyrir þetta atrið. Þátturinn fer allir í dreganar CGI. Hvað eigum við að gera, þú veist, með pening fyrir þetta atrið. Þannig að þeir hugsa bara, ok, við ætlum bara að setja mikið að þoku, sína það bara helsta og sína bara svona klippur af áhverjulega. Ég meina, þetta er góð ákvörðun að þetta er persónudrifið. Þessi ákvörðun er persónudrifin, drífur áfram persónudrifin. Þetta truflaði mig ekki neitt. Þegar ég bara að lesa þetta, já, ok, er það hvart í þessu? Þegar fókusin var bara á þá tvo. Þetta er líka byggði rosalega stemningu, þessi skugginuna og bara, þú veist 7-7 annars standa móti hvort öðrum og síðan bara, þú veist, þessi þætti þetta er bara spenna frá aðtölu sko. Eitt sem ég skil ekki, af hverju sagði þessi meinti læknir eða hvað sem þetta var að gæði væri með drepi í sárunum og væri að fara að deyja? Við talum að í lokaði hann lág hann við var alveg í henglum sko. Lág hann við árbakkan eitthvað krukk í honum og Lionel Baratheon var farið út hann er ekki hlusta hann er umulug meistir var ekki bara það? Já, ég held þessi bara hann var bara manneskja komin langt yfir aldur sko og bara hvað var punktur með þessu? Akkur var þetta í þennum? Ég skildi ekki neitt ok, er hann að fara að deyja? Ég held að það var bara meira bara eitthvað spaug sko bara þegar Lionel bara þegar stendur hann bara þegar bara tekið mæstirinn með sér sko, þetta var hans mæstir sko, áttu bara hann er cool gaur og ég vil að þú bara skoður hann og hann bara og fer bara bullikað í hann sko, svo bara farðu, þú veist, ég get þráðið núna sko. Já, en með þessa þoku sko, hann segir nú sjórænverðina, þeir hafa bara sko nýtt sér sko stemninguna og þokuna í bókinni á svona mjög efnahagslegan hagkvæman hátt sko frábær og ég gæti ekki séð þetta þessu sko og ekki svona eitthvað ég man ekkert eftir þessum atriðum í Game of Thrones ég man að talma, það var allir hættir að sjá sko. Já, en hefði þetta verið betra ef það hefði verið sól og sumar? Nei, ég bara verið að kvart yfir ég held ég að þú sjáur ekkert sko aðra berjast sko en þeir voru bara, allir hinnir í þessum barða voru alltaf bara svona backdrop sko og það er bara spennufaktor að þegar barðan líkur þá sérðu bara hverjir eru uppi standandi þessi bardagi líka, þetta var bara svona leðjuslegur frá til það var bara svona bara, þú veist, þetta var ekki svona hefðbundna
riddara mennska ekki alveg að reyna að drepa hvernig annan en samt svona en sko þú veist hitti sko þá markmiðið bara að reyna að slá manneskinu af hestinu sko það bara markmiðið en þarna þið bara þú veist last man standing þangað til að annar ásangandi eða fórnalambið þú veist hvernig sem þú lítur á það deyr sko samt náttúrulega voru ansið margir sem blöndu sér hérna bardaði sem ætliðu nú ekkert að þú veist drepast sko eins og náttúrulega hinn Gufi þarna tilvonandi konungur, ég meina það er þarna 3 Kingsguard, þeir með ekki ráðast á mig sko það er sem að Lionel sagði sko, bara þessi gauðir hann fór ekki neitt sko, hann var að berjast með gauðir sem átti ekki snerta sko já, einmitt, það var einmitt svo segir hann að hann hafa sagt don't die sko, ekki deyja svo gera hann þetta sjálfur sko já, þetta er snjá gali sko en þessi bardagi sko, þetta er náttúrulega bara mjög einstakt í þessum heim sko, þetta er líka eitthvað svona bardagi í þessum heimi sem gerist bara aldrei í rauninni sko þess vegna var eins og við lístum á hann Lionel Baratheon, hann var bara til í stemninguna, hann bara mér alveg sama hver móti hverju, ég er bara til í þetta sko, þetta er bara hljóma bara sögulegs hluti sko, stemningsmaður svo fannst mér bara allt í lokahettinu þar sem að hann er ákveða sig hvort hann er að taka á móti litla stráknum mér finnst það bara frábært mér finnst það ótrúlega áhugavert það var ótrúlega gott, mér finnst 4. þátturinn var geggjaður, svo kemur þessi 5. sem er náttúrulega bara snar geðveikt bilaður sko og svo áttum maður alveg vona að eitthvað svona vandrarætt spennufall í síðasta þettinum en það er bara hellingur að gerast þó að sé ekki sko átök sko það var bara ég fíla líka bara frábær þáttur ég fíla líka bara við þann þætti og líka heim sko þegar þú ferð í svona rittaramir sko ert að tuttast í öðrum mannskju færð sleggju í höfuðið og stungin hefur það verða afleiðingar þessu þú ert með crazy glóður eiga þú taldur einhverja daga eftir þetta þú veist það er bara ekki neitt svona bara að næsta ævintýri og hoppa sko. Nei, og loka atriða sem að þeir eru að ríða 2 saman þú veist ég bara maður var meira að horfa á þetta og svo er Andi Sir Erlen þarna með þeim og hann ríður í hinnáttina með lengsta sverði í Westeros stærsta tippi sem við sést í sjónvarpi þetta hlýtur að hafa verið feik en það ekki? Jú, ég hafði engar áhyggjur það hlýtur að vera mér fannst að, ég myndi hann að gannaðist eða bara fyrir hann þátt sko, ég kannaðist eitthvað mikið við hann leikara sko hann Danny Webb hann leik smá hlutverki í Alien 3 sem leikur Arlen já ok og sem mikill Alien aðdáandi er hann alltaf komið hingað til eitthvað að tala um Alien og já, hann er bara, þú veist, Alien 3 er 93 þú veist, hann, einn dag er hann gráarður með skegg sko en hann þarna mér fannst þið flashbackatið sem var algjörlega viðbútt sko og að þegar hann var í flýbottin og Dunk litli var að vera buffaði stungin í kálvan með spjót hann kemur eitthvað blind fullur á hóruhúsi bara eitthvað in the name of the mother leave the boy a be og tekur sverðið og bara gjörsamlega gengur frá alveg þetta er alveg rittur sko. bara verja þessum er í veikburð aðalega vera fullur alveg söðdrykkin alveg sama hvernig ástæð þú ert í sko. aðalega drekka áfengi hann bara hljópu út ældi og sér held að bara áfram að slást sko fálega gott það er samt þetta, við erum með Game of Thrones við erum með House of the Dragon og kemur ekki meira House of the Dragon núna bara í júni komin í trailer, mjög spennandi áhörur, það lítur vel út með þetta sko, þú þarft ekki að hafa séð neitt af hinnu til þess að njóta þess að þátt þú getur komið alveg bara blanko að þessu sko nákvæmlega. Og skemmtir bara konunglega þó er sér náttúrulega gaman að því að þú veist, kannastu eitthvað nöfn og svona einmitt, og þessi þættir náttúrulega gerast eftir House of the Dragon Já, 90 árum fyrir 90-100 árum fyrir Game of Thrones sko það er Night of the Seven Kingdoms gerst 90 árum fyrir Game of Thrones House of the Dragon gerst 80 árum fyrir Night of the Seven Kingdoms þannig að það er alveg og þannig er bara Aemond Targaryen meistirinn á vegnum, þannig er hann bara eitthvað sprangum læra að vera meistir hann náttúrulega eins og hann hafnar krúninni eins og kemur fram í Game of Thrones ég veit ekki hversu langt ég má spilla í hlaðarpi þú verður bara að segja það sem þarf að segja þú verður að gera bara þú verður að gera það er náttúrulega sko afleiðingarnar yfir að Baelon deyr í þáttunum hefur það afleiðingar og bara Dunk the Night kemur og triggerar eitthvað svona viðburð þessum Trial of the Seven þessi viðburður hefur
talsverð áhrif. Jonathan Martin tala mikið það, bara þessi viðburður bara algjör game changer fyrir heiminn, því að þá deyr einhver næst komandi konungur og besti prins sem hefur bara fæðist og hefur bara hann hefur bara algjör verið game changer fyrir það að hann dó hana því miður og eitt litur öðru og þá, þú veist, það myndar sem domino effect og þar kemur Aerys Targaryen annar pabbi Daenerys Targaryen í Game of Thrones The Mad King, já. Sem að nú það verið að fara að gera söngleik kappan já. Hann kemur sjálfur það ekki hann tjóðsum Martin að söngleiknum já, hann er að fara að skrifa hann bara, hann hefur náttúrulega nógu nægan tíma til að skrifa allt nema War of the Winds nema Winds of Winter War of the Winter en svona til að taka upp hans hanska, þú veist, það er örgulega miklu skemmtilega að bara taka þátt í mismöndi giggum í sjónvarpsefni heldur að hann er bara svo gamall, hann er bara hættur hann er komað til Íslands daginn og hann er bara að ferðast og njóta og gera það sem hann vill og ég hef bara ákveðin skilning á þessu líka þegar hann er búin að vera að skrifa þennan Magnum Opus sko. Svo allir bara einhverjir sjóranir sem allir bara fara fram úr honum og bara fara með sjónandi skurð þetta lítur að vera svona þunglindislegt bara fucking maður hvað og hann er líka, hann hefur alltaf lýst þessum gardener af rithöfundi, þú veist, hann er alltaf bara svona, hún finnst gaman að vökva blómin og það þýðir ofta að hann er einhvern veginn bara að sinna einhverju blómi of lengi og bara komin í skurð með söguna sjálfur. Boða það að hann hyggist skrifa meira Dunk og Egg já. Það eiga allavega 2-3 bækur eftir að koma í alveg? Já. Býtu hvað erum við að fara að sjá margar seríur á þessum þáttu þá? Er þetta 8 seríu að program? Er þetta Game of Thrones? Nei, eins og hann segir hérna með lengdina þáttunum að það getur bara byggt bara á source materialinu þannig að ég veist að þeir fara ekki þeir bara ef hann skaffar meira source material þá kannski fyrir hörðustu nördana að nútið þá náttúrulega minnst á Duncan í Game of Thrones Joffrey hæðist að frænda sínum Jaime Lannister segir hei, 4 síður fyrir Duncan Sir Duncan the Tall hvað er marga síður fyrir þig? Í Knights í hvítu bókinu rittaratalinu fyrst komin þangað sko, þá náttúrulega er hann að lesa bókin úr sem var Commanders of the Kingsguard sem Sir Duncan the Tall er þar og hann endar þar sko ég veit ekki hvað sé langt ég ganga í spillingu þeirra sko. Þetta er svona hluti sem er bara partur af sögunni og ættu vita nú vita allir áhundur hver Egg er Aegon Targaryen en hann náttúrulega verður sko Aegon the 5th Targaryen King of the Iron Throne á endanum og það verður ákveðin harmleikur kringu það sem enda við því að Aerys annar verður kongur þú veist, út af þessu öllu er það Mad King? Já, Mad King tegur Mad King við á eftir honum Aegon? Hann er bara barnabarnið sko. Já, hann er barnabarnið þannig að það vantar eitt kongur á milli eða eitthvað það er hann í öðrum þriða þetta sem hann kemur spákonan og segir bara segir bara þú verður la og þú er rosalega frægur þú mynd þessu og þú verður stór maður og þetta gerist og þú mynd dega ræðilöndu þetta og það mynd allir fagna þér og það var bara Lion King þú bara lélugu kongur þú þetta er að vera lélugu og það mynd allir fagna þér þetta er basically segir framtíðana sko Jesus Christ sko maður má aldrei leðilega að Game of Thrones heiminn að maður má ekki vera góðu kongur þá er maður alltaf nú lélugu kongur bara eins og Sean Bean í fyrstu seríu hann reyndi bara að vera heiðarlegsti maður sem hættur að vera enda því að vera döður djöfull var hann barnalegur djöfull var Eddard Stark barnalegur í fyrstu Game of Thrones hann er ekki að spila leikin Jesus Christ hann náttúrulega bara stendur þarna bara ég meina Sean Bean er að fara að leika mig ég er ekki að fara að liða mjög lengi ég maður bara alltaf tilhengið þegar maður las Game of Thrones ég las hana 2011 áruna þættirinn komu og ég hafði aldrei lesað hana eins bara þegar maður las þetta svona samvisku samlega bara já, Eddard Stark, hann er aðalpersonan það er alveg eins og Harry Potter eða þú veist Lord of the Rings eitthvað og hann er góður, rosalega góður og ok, laka til að sjá hvernig hann gengur svo bara svipur náman eða það bara deyr sko
hann bara drepinn Ég var náttúrulega var ekki búin að lesa neitt af þessu og kom frekar seint inn í þetta en ég maður til að horfa hann þátt þegar hann afhöfða sko. Ég trúði ekki fyrir en ég sá bara hausinn fjúka nei, what the fuck sko, ég var alveg býtt til last minute bara redningunni Ég byrjaði að lesa bækjuna þegar ég var búin að horfa á þarna fyrstu 2 seríuna eitthvað álíka og ég man eftir nóttinni þegar ég las, ég tók all-nighter að klára 3. bókina það ein blóðasta bók sem ég lesi það deyja bara allir í sem bara basically annar helmingur af 3. seríu og öll 4. serían og þegar kemur þátturinn The Mountain and the Viper þegar prins Oberyn Martell mætir þetta gerist allt í Storm and Swords og Pedro Pascal og fjallið sem 3. bókin til 3. bókin ég náttúrulega vissi ekki neitt hvað var að gerast ég las kaplan og ég bara geggjað svo bara las ég hvernig hann endaði ég las aftur kaplan svo fór ég að sofa sagði við skólinu ég var veikur, ég gæti ekki mætt daginn eftir ég bara klukkan var 4 þegar ég fór að sofa svo vaknaði og fyrst ég gerði þegar ég vaknaði var að lesa aftur kaplan bara til að meðtaka hvað gerðist þetta var allt of sjokkarandi dæmi þetta ruggla dæmi þetta alveg ruggla og svo ég er náttúrulega alltaf svo veikur fyrir svona fansöru ég er mjög spennt fyrir svona einhverjum tengingum yfir í Game of Thrones og það er svona hvað óstaðfest en það máleiðir líkum að okkar maður Lionel Baratheon sé langafi Roberts Baratheon sem mjög gaman 100% langa, já 100% og svo að Brienne of Tarth sé afkomandi Dunk og með sama merki það var reyndar ekkert gert úr því í þáttunum minnum en hún ber hans svona merki, hans skjöld þetta tríð með sérna og náttúrulega hann var hann ekki að spája að kíkja við í Tarth í endanum á þessu þú minnist á Baratheon sko, þetta er svo fyndi sko, Baratheon eins og í lokaðinum þegar gefa svona alltaf skíti í Targaryen bara eitthvað only a good dragon is a dead dragon eins og only a good commie is a dead commie sko. og Baratheon eru bara mörgleiti Targaryens í grunni sko. Já, það er rosaleg tengsl á það milli sko, uppröðlega Targaryen sem við erum Oris Baratheon sem var bastardur Targaryen bastardur sem var gerður af Baratheon og tók yfir hana Stormsend og það sem þeir Baratheon ættin í stýra voru bara það var hálfbróðir uppröðlega Targaryens kongsins og síðan þarna Aegon kemur og síðan náttúrulega í Game of Thrones þáttunum Robert Baratheon, Stannis og Renly þeir eru allir Targaryens í grunni per se sko. Já, þannig náttúrulega fengu sko, svona, hvað segir maður, svona lögumætið þegar hann gerir þessu uppreisn á Robert já, hann náttúrulega á frænda sem er Targaryen það frængan sem eitthvað var giftur hann er næstu í Targaryen hann er Targaryen, hann er skildur hann er skildur Targaryen, þannig að þetta er kongur nákvæmlega sem er svo fyndið því að þessi Baratheon þeir bara hata Targaryen sem bara einhverjum ákveðna ástæðum og þeir bara svona bara sleið sko. En það er svona almennt og það var náttúrulega impra á því í þessum þætti sem ég fannst mjög nett þegar að Raymond eitthvað það ekki, Fossaway þegar hann tekur ræðuna what are you talking about, they stole our lands og þú veist allt þetta sko rosalega ræða, eiginlega einn af hápunktum í seríuna sko, það er í pæli incest geimverur sem við ráðast í okkar land og taka og aliens bara smala okkur gegn hvort öðrum meðan þeir og það besta sem þeir geta gert er að klára á tútuna hjá konu sinni sko já, nákvæmlega akkurat, það var rosalega góð ræða sko þannig 10/10 við mætum eftir ár og tölum þetta ekki herðu, svo þurfum við nú að tala um IMDb-stríði sem að aðdáendur Night of the Seven Kingdoms voru við aðdáendur Breaking Bad þetta er alveg Ozymandias þátturinn á Breaking Bad sem var alltaf með 10 á IMDb það sem að afsaki spoilerina og spillana úr Breaking Bad en þetta eru reyndar mjög galið allir og Jakob Bjarnar búin að sjá Breaking Bad þáttur það sem að Hank Deyr þau var alltaf bara að vera með 10 bara þykir bara fullkomið þáttur og bla 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 og, veist, enda frábæð þáttur núna fóru þeir í stríð basically, rating stríð aðdáendur Game of Thrones og aðdáendur Breaking Bad ég veit ekki hvernig hóst þetta Stjón, veistu það? Ég veit ekki hvað þetta byrjaði sko. Þetta byrjaði einhver leiti að
hann fór að ógna þeim þessi næst nýjasti, það 50 fór að ógna og með 9,9 fór að ógna Ozymandias, þá fóru Breaking Bad aðdáendurnir að gefa honum eina stjörnu til þess að draga hann niður og svo Game of Thrones áður fór draga hinn þáttir sko, eina stjörnu og hann komin í 9,8 aldi stæð fyrir 10 þetta er náttúrulega svo óþólandi síðan bara þetta er netið síðan loka þátturinn sem ég fannst alveg frábær í þessari seríu hann byrjaði bara eitthvað með 8 í engun sko, að þeir Breaking Bad aðdáendurnir voru bara tilbúinir bara með tölvumúsina sko, bara ég ætla að gefa 1 í stjörnu sko. þessu lið hann er reynda komin upp í 8-4, 8-6 en mikið af fólki sem býr á netinu já, en þú veist, þetta eru sjónvarpsþættir, þetta er ekki fótboltalið sko. Þetta er ekki Liverpool, Manchester United sko. Við hvetjum alla hlustendur til þess að snerta gras og meina gras sem er úti í náttúrunni grænt gras snerta grasi þegar ég var 12-13 ára, jú, maður kannski lét svona með Vam og Djúran sko, ringja á Rás 2 til þess að lifta sínum mönnum sko upp á linsallaristanum en það er bara eitthvað svona nettjók sko, þetta er náttúrulega bara sko menningar sögufölsun, þegar fólk er að bindast eitthvað svona bandalögum og fokki eitthvað einhvern review bombing, þetta er bara lögbrot. Ég held að eftir Game of Thrones aðdáendurnir smölið saman til þess að hækka einhverjuna á lokaþættinu í Night of the Kingdoms þá bökkuðu Breaking Bad aðdáendurnir tilbaka sko, þeir ég ætla að fara að blása ykkur á Sopranos herlúra lifta ykkur Sopranos þetta yfir þetta allt saman upp í 11 nákvæmlega herru, geggjað þetta er þá að slá botnin í þetta minn ég held það bara, 1 og 10 bara geðu ykkur tími og bara geggjað að fá þig Stefán, takk fyrir að koma það er bara sunn að koma til ykkar já, bara frábært að fá þig verður bara á bakvægt þá við köllum við í næsta nörda útkall sko. já, minnum á tófólk ég ætla að taka mynda okkur hvað, það er þess, kannski það er þess ekki minnum á tófólk, minnum við okkur fleira nei, látum þetta vera döðbili en endilega, sko, það þarf að fjölga hans í tófólki og ég lofa að setja Robert Duvall myndarinn takk og ég er spá líka að skrifa smá ritgerð Lonesome Dove, vestrann sem að var upp á stutverki hans sjálfs wow. hann kallaði þetta The Godfather of Westerns ég þarf að sjá hana já, búin að lofi herru, Stefán, gott að sjá þig við sjáum þig aftur von bræðar og þar til næst já, bara þú getur drifið út áttu minn að fara að bera hopphjólið yfir skaflana heimliðin er ekki hægt að snjóa? þetta er ekkert eðla fríkt ég er búin að vera að horfa á sko snjóhlemman að detta hérna niður af þetta er regalegt bara til kveður út í snjóun Winter is coming nei, Winter is coming nei, já, alltaf gaman til litingur Tveir á topnum er í samstarfi við Aðalskoðun Aðalskoðun býður hlustendum 2 á topnum upp á 20% afslátt af bifreiðaskoðun það eina sem þið þurfa að gera er að mæta á staðinn og nefna 2 á topnum Aðalskoðun er með skoðunastöðar á 10 stöðum við sverum landið og þar verður tekið vel á móti ykkur